Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við erum komið góðan gest, hann heitir Veigar Páll Alexandersson, körfuboltakappi úr Njarðvík, velkomin. Já, takk fyrir það. Og þú ert hérna af sérstakra ástæða því að þú varst valinn í landsliðshóp karla í körfubolta núna nýlega og varst nú bara á æfingu í morgun. Já, Hvernig að mæta á æfingu í efsta laginu? Þú ert nú örgulega búin að vera í einhverjum yngri liðum. Já, var náttúrulega í flest öllum yngri landsliðum og það er bara, þetta er virkilega gaman. Koma og þarna eru 12 leikmenn sem eru bara virkilega góðir og Plús þú. Já, auðvitað. Og þetta er bara mjög gaman. Þetta er eins og ég var að segja við þjálfarann áðan að koma og þetta er eins og að taka skref tilbaka þegar maður var að byrja í meistaraflokki. Nú er maður ekki með fremstu mönnunum, nú ertu bara til hliðar og ert að horfa aðra gera og maður verður að grípa tækifærin sem maður færa inn á æfingu og gera vel. Já, þú ert einn af aðalmönnunum í Njarðvíkurliðinu og en við getum kannski ekki að sagt þú verður einn af aðalmönnunum í landsliðinu núna þegar þú ert að stíga þín fyrstu skref, en gerir þér vonur að komast í hópinn, þú ert í 13. maður og þeir að spila 2 leiki og einn heima og einn að heiman, hvað veistu eitthvað? Herru, já, það er náttúrulega að vera geggjað, en það verður bara að sjá hvernig hann setur upp liðið, sko, og svo er náttúrulega ferð á laugardaginn til Litháen og það verður bara fróðlegt að sjá. Ég held að ég sé að fara að vera í 12 manna hópnum sem fer út, en það kemur bara í ljós fljótlega, sko. Hvað þegar við tölum landslið, það er alltaf búið að vera gríðarlega svona breyting, allt í einu litla Ísland fara að gera sig gildandi á Evrópumótum og mótum út í heimi, bara síðastlegin cirka, hér er bil áratug. Veistu hvað hefur gerst? Já, þú veist, ég held bara að það hefur sett meiri í þetta og bara haft mikla trú, þú veist. Einnig er deildin heima bara orðin gríðarlega stór og það er bara svona betri. Það eru bara leikmenn úr hæstu deildum að koma að spila hérna og það auðvitað gerir bara leikmenn betri og þá eru meiri kröfur settar á íslenska leikmenn og ég meina, það eru bara byrjunarliðsmenn í þessu landsliði sem eru að spila á Íslandi og þetta er bara, það er náttúrulega ítir undir þetta og svo eru náttúrulega leikmenn eins og Elvar, Martin og Tryggvi, Jón Axel, þeir eru bara að spila á hæsta level í Evrópu. Það er bara, við erum bara komin bara þokkalega framalega í þessu, sko, sem er bara geggjað. Talandi að það sé mikið af góðum útlendingum á Íslandi í efstu deild og neðar, það hefur aðeins verið umræðan það hvort það sé of mikið af útlendingum og hvort að þið yngri leikmenninni fái of mikil tækifæri. Svo þegar maður horfir á þennan árangur undanfarin ár, þá kannski segir maður það er kannski bara að verða að búa til allra bestu Íslendingana með þessu og hinn er bara að fara frá. Það er nefnitt kostur og gallar í þessu, sko. Það er auðvitað að taka frá íslensku leikmönnum, en þetta er líka að gefa ákveðnum leikmönnum bara tækifæri til að spila með hörku leikmönnum, bara eins og þegar ég var hvort ég hef verið 20 þegar Haukur Helgi og Nicolas Ricciotti var að spila, 2 menn sem spiluðu í spænsku deildinni. Þarna var ég bara að soga að mér allar upplýsingar sem ég gæti fengið frá þeim og það gerði mig að betri leikmanni, sko. Hvað lærir maður mikið af svona eldri og reyndari leikmannum? Það er, ég myndi segja mest ákvarðan að taka. Það er, þú þarft ekki að vera fljótasti maðurinn á vellinum og tekur réttar ákvarðanir og bara horfa á þá, senda réttar sendingar, taka rétt skref í vörð og endalaust maður þarf að vera duglegur að spyrja bara hvað spurning sem er. Þótt að sé heimskulega spurningar, þá bara þú vilt fá að vita allt sem þeir vita, sko. Nú eru þið Njarðvíkingar, það er eiginlega 3 Njarðvíkingar í hópnum núna. Ef við tölum Kristján Pálsson sem Njarðvíking náttúrulega, þó hann hafi ekki spilað með Njarðvík síðustu árin. Og og þú og Elvar. En við horfum aðeins svona á Elvar, hann er náttúrulega bara orðin einna burðarásum þessa liðs, einna 2 bestu leikmönnum á Íslandi. Horfur ekki til hans og reynir ekki að sjúga út úr honum nógu mikið upplýsingum. Hvað er hann búinn að gera rétt síðastliðin áratug? Hann náttúrulega leggur alveg gríðarlega á sig, sko, og bara þegar hann kemur heim á sumrin þá höfum við verið að æfa saman, sko, og bara apa eftir honum hvernig hann fer að þessu. Hann borðar rétt og æfi vel og alltaf í góðu formi og bara það er hægt að taka margt sem hann gerir til fyrirmyndar, sko, klárlega. Hvernig ert þú að leggja upp fyrir þig eins og þú ferð á æfingar með liðinu, en ég meina, hvað leggur þú mikla áherslu á aukaæfingar, skotæfingar og hvað það gerir ræktin, allt þetta skiptir allt máli og haga sér vel fyrir utan, eða þú veist,
líkamlega eins og maður Já, segir, hugsa líkamann. Algjörlega, sko, ég skipti þessu svolítið upp. Við erum hérna bara borða rétt þegar maður í kringum, æfingar og leiki. Auðvitað, þú veist, ég er ekki 100% stífur og það er náttúrulega, það eru sumir sem eru það, mér finnst bara fínt að borða rétt þegar það er mikið í gangi. Svo lyfti ég fyrir allar æfingar, allar svona hörku æfingar, reyna að lyfta 3 sinnum í viku. Og svo kom Logi Gunnarsson, aðstoðarþjálfari, og hann sagði við mig eftir leiki hérna að hitta úr minnsta lagi 50 skotum eftir hver einasta æfingu. Og ég hef bara haldið mig við það og það hefur bara hjálpað mér gríðarlega, sko. Svo ég reyni að halda það. Ef ég næ því ekki, þá bæti ég upp fyrir það daginn eftir eða gera snemma daginn, sko. Gerir svo tekur aukaæfingu eftir hverja venjulega æfingu? Næ upp ákveðnum skotum, sko. Já. Hvað er svona þinn helsti styrkleiki sem leikmaður? Herðu, já, það er nú það, sko. Ég er fínast að skytta, búinn að bæta það svolítið undanfarið. Ég er ákveðin á körfuna, góður að dræfa og fýtt sendingamæður út í því. Og ég er bara svona spila vel í liðsbolta, vil ég meina. Hvar getur þú bætt þig? Ég væri til í að vera kannski meiri stabíll, svona, hvað ég að segja, klára betur í kringum hringinn, ná svona ró, ná svona, hvað ég segja, ná næsta þrepi í sóknarleiknum, vera svona öruggari bara í öllu sóknarlega, það er svolítið svona það sem ég væri til í að ná. Hvað með svona undanfarin ár, þú reyndi fyrir þér í háskólanámi í Bandaríkjunum og það er náttúrulega það sem að marga dreymir að gera og margir gera og hvernig gekk það? Það gekk ágætlega. Það fyrsta árið þá var ég að spila það bil 15 mínútur bara og það var fínt og var svolítið óviss komandi inn í annað árið og ég vil segja, ég lenti bara svolítið á vegg, var ekki alveg klár í annað árið og lítandi tilbaka þá hefði maður kannski átt að skoða sig sjá hvort það væri eitthvað annað í boði. En var þetta ekki nógu góð skóli fannst þér? Þetta var sko, karfan var mjög góð og þeir eru góður í dag en umgerðin og allt það í kring var bara, hún var ekki alveg svona eins og maður gerði ráð fyrir og já, eins og ég segi, maður lenti bara svolítið á vegg og þurfti svolítið að taka skref tilbaka og þú komst heim? Koma heim og finna sig svolítið aftur, sko. Sem var bara rétt ákvörðun á þeim tíma. Hvað, þú 25 ára gamall, ertu með atvinnumannsdrauma? Já, algjörlega, sko. Við erum búin að vera að skoða þetta, hvort að sé einhverjir möguleikar og ég er búin að vera að ræða við umboðsmenn svona hér og þar eru menn að senda á mig og ég er að funda reglulega en það er ekkert svona, hvað ég segja, ekkert ákveðið ennþá. Ég náttúrulega á samning hjá Njarðvík á næsta ári og þetta svona, já, það eru draumar, sko. Ég get sagt þér það en það er ekkert staðfest, sko. Veistu hverja svona möguleika þeir eru fyrir þig, 25 ára gaur og Njarðvík en orðin landsliðsmaður, þannig að það hlýtur eitthvað að hjálpa þér að koma stað, þú veist, hjá einhverjum liðum, hvað þá í Evrópu? Já, það eru ákveðin lönd í Evrópu eins og, þú veist, það er Svíþjóð og það er Portúgal og Holland, þú veist, þetta eru svona fyrsta skrefið sem að væri svona rétt fyrir mig. Maður vill taka of stórt stökk og vera ekki að spila, sko. Taka þetta í svona þrepum og sjá hvert það tekur mann, sko. En ef að þú nærið ekki að uppfylla atvinnumannadraumin, ertu búin að, þú ert í námið ekki og hvað ertu að læra? Ég er í íþróttafræði og er að læra það og klára eftir ár. Það er svona margt sem að ég hef áhuga á, sem myndi fara í. Maður er svona að skoða ráðgjöf eða jafnvel þjálfun, kennslu. Það er svona, ég þarf að fara að skoða hvað ég vill gera meira. Finnst þér, ég spyrði, hvernig finnst þér svona þjálfun hafa þróast? 25 ára maður og þú ert búin að, hvað er örugglega 20 ár síðan þú byrjar að vera með ígiskóða með körfubolta. Hvernig svona, finnst þér á þessum tíma þjálfun hafa breyst eitthvað? Já, sko, lítandi, sko, við horfum, það er oft svona leikir í sjónvarpinu, gamli leikir, þú veist, leikurinn hefur náttúrulega bara breyst mjög mikið, þú veist, menn eru hraði og styrkur. Já, bara hraði og þryggja sig á skotin, menn vilja ná þeim upp, sko, og það er líka bara svona, það er bara meiri áhersla að ná bara góðum skotum og svo er náttúrulega bara gæðinni hafa aukist rosalega, sko, það er alveg bara, það er rosalegt, sko. Hvað er lykillinn hérna í þriggjastigaskotunum? Það er spurning, sko, það er mamma er nú reglulega að segja mig frá því hvað ég þarf að gera rétt, sko, en það er bara rétt almennilegur hendinni,
ekki vera að flýta þér á mikið sko. Og menn talast að nota bara puttana þegar þú skjóta, vilt ekki hafa hann í lóanum sko. Það eru nokkri punktar í þessu. Mamma er náttúrulega, Bylgja Sverrisdóttir, náttúrulega búin að vera að þjálfa yngri flokkana í áratugi í Njarðvík og hún er náttúrulega alveg, hún er á kafi í þessu með þér eða bara lifir og hærist í körfubolta? Já, þau eru alveg mamma og pappi. Mamma, pappi náttúrulega líka? Já, þau eru alveg bara í þessu með mér sko, mæta á flest alla leiki og bara þau eru jafnvel meiri í þessu en ég, það mætti segja það, þau eru alveg all in. Þau eru alveg geggið. Já, þannig að mamma einn, hún varðengt, ég menna alveg drullu fúr þegar þú varst ekki valinn í eitthvað landslið. Já, þau eru alltaf bara pæli í því hvenær ég verð valinn í þetta og þau alltaf að segja bara loksins varstu valinn og það er bara geggjað að fá kallið upp núna. Já. Hérna, endur með það skemmtilega spjall aðeins á slæmri stöðu Njarðvíkinga í bestu deild karla. Hvað er að gerast hjá okkur Njarðvíkinga? Já, það er nú það. Ég vil meina að við vorum náttúrulega bara óheppnir fyrir áramót. Það voru leikir sem að hefðum getið unnið, fór ekki okkar vegu og nú erum við bara, það eru 4 leikir eftir, við verum bara að einbeita okkur á næsta leik og vinna hann og ná markmiðinu sem er að komast í play-offs, bara ná úrslitakeppninni og þá er þetta bara taka þetta leik eftir leik, það er svolítið þannig. Það er alltaf glata ef þið komist ekki í úrslitakeppni. Það var mjög leiðilegt sko, en við eins og ég segi, við erum bara að vinna í okkar málum og erum tilbúinir í slaginn þegar það kemur að því sko. Já. Hvað með eins og þegar tímabilinu líkur í vor, vonandi komast í úrslitakeppnina og þú verður eitthvað lengur heldur en fram að páskum. Já. Hvað er svona, hvernig er sumari hjá þér, hvernig eru körfuboltamenn að æfa á milli keppnistímabila? Já, sko eins og með mig, ég tek mér kannski 2 vikur sem ég bara svona slaka alveg á, loka mig svolítið út bara og sleppi svolítið í körfunni. Og svo bara vill ég helst byrja strax og vinna í veikleikum. Það var gott í sumar, Rúnar var með æfingar alltaf. Þá gæti ég bara verið að vinna í því sem ég vildi vinna í og bætti mig gríðarlega. Svo eru liftingarnar náttúrulega stór partur af þessu. Lifta og bæta styrk og snerpu og svona. Það setur alltaf áherslu á það. Þetta er glæsilegt. Takk fyrir og gangi þið vel. Já, takk fyrir það. Veigar. Veistu hver er fyrsti njarðvíski maðurinn sem var landsliðsþjálfari? Landsliðsþjálfari? Já. Það er nú það. Fyrsti? Núna gríp ég í glóðvolk. Já, vá. Þeir hef ekki verið margir. Nei, mér þetta bara val í hug. Var hann að þjálfa einhvern tímann? Ég er ekki viss. Hann spilaði allan mikið landslíka. Nei, þetta er Hilmar Hafsteinsson. Þetta er Hilmar Hafsteins, ég var að hugsa ég ætla að gíska á hann. Já, hann var að þjálfa 1980, reyndar með Sigurði Hjörleifsson. Já, ok, já. Hann á eftir að grípa mig eftir að ekki vita þetta maður. Hann á eftir að láta mig heyra.